Nú ætlum við aðeins að skoða tíðasta gildi. Tíðasta gildið er rosalega einfalt því að þegar við reiknum tíðasta gildi þá erum við bara að skoða hvaða tala kemur oftast fyrir. Þannig í tíðasta gildinu þarf ég ekkert að reikna. Ég þarf bara að telja. Hérna er 3 annars staðar, nei, 8, nei, 2, já, 2 svoleiðis, 11, nei, 23, nei, 4, nei. Það er nokkuð ljóst að tíðasta gildið er 2. Hérna, hvað talar oftar 4 er tvisvar, -4 er þrisvar, 12, 11 er ekki annars staðar ekki. Þetta er -4 sem er þrisvar sinnum. Ég skrifa ekki hvaða tala, hver oft þetta kemur, heldur hvaða tala kemur oftast fyrir. Hérna er þetta 8 og hérna þarf ég að telja 3 er einu sinni tvisvar, 2 er einu sinni tvisvar, 3 var tvisvar, -2 er þrisvar, 8 er einu sinni, 12 er einu sinni, þetta er -2 sem kemur fyrir þrisvar sinnum. Ef að þetta eru rosalega margar tölur þá get ég hreinlega þurft að setja upp eitthvað svona tíðnitöflu til þess að telja þetta, en þegar ég er ekki með fleiri tölur en þetta þá dugar að gera þetta svona. Miðgildið, þá þarf ég muniði að raða upp í röð 2, 2 og nú eru 2 einstölur, þá þarf ég að setja báðar, ekki bara aðra. 3, 4, maður sé að búið með 2, 2, 3, 4, 8, 11 og 23. Hvað er þetta margar tölur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þær eru allar. Þá tel ég bara inn að miðunni. Með því að stróka út tölur sitt hvoru megin. Miðgildið er 4. Meðaltalið. Þá þarf ég að leggja þetta allt saman. Hérna fæ ég 10, 15, 26, 36, 46, 49, 53 deilt með, hvað sagði ég, þetta voru 7 tölur. Það er 7,5 það bil. Þannig að þið sjáuð, hér erum við með 2 sem tíðasta gildi, 4 sem miðgildi og 7,5 sem meðaltal. Þetta er nú ansi fjölbreytt. Jæja. Hér til þess að finna miðgildi þá þarf ég að raða upp í röð. Þið munið -4 þarf að koma þrisvar, jafn oft og það er hér. -36 fyrst. Engin önnu mínustala, svo er ég með 4 tvisvar. 11, 12 og 16. Telja tölunar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Þá er að finna miðuna, stróka út sitt hvoru megin frá. Ég get líka bara að tala þetta út. Miðgildi hér er 4, eins og áðan. En nú skulum við telja sem sagt í meðaltalinu. Þá þarf ég að byrja á mínustölunum. Hérna er ég með -36, -40. -4 það er -40. -4, þetta er -48. Nú ætlum ég bara að skrifa hérna einhvers staðar -48 svo ég minna það. Plústölunar hins vegar eru 4 og 12, það er 16. 26, 27, 31, 41, 41, 47. Þannig að þetta er -1 deilt með, hvað voru þetta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tölur. Þannig að meðaltalið er bara -1/9. Það er þetta að slá það inn í varsreikn og fá að dögabroti, það má alveg skila því sem almennu broti. Þannig að hér er tíðasta gildi -4, miðgildið er 4 og meðaltalið er -1/9 sem er aðeins minna en 0. Hérna röðum þessu upp í röð, já þetta er í röð hérna, þannig ég fljótur að sjá að 8 er miðgildið er 8, svo þegar ég legg þetta saman þá fæ ég sem sagt 3 + 8 er 11 plus
8 í viðbót eru 19, 29, 30, þetta eru 40. 40 deilt með 5, það gefur mér 8, þannig að hér er meðaltalið og miðgildið það sama og tíðastagildið. Það gerist stundum. Síðast miðgildið þarf ég að raða í röð, -2 var þrisvar, þá er ég búið með það, þeir eru með svona marga tölur, nei ég var með þessa, já ég er með -12 fyrst, glemdi henni, síðan er ég með 2, ég var búinn að stróka yfir 1, 2 og aðra 2, 3 tvisvar, 6 og 8 og 8. Nú þarf ég að passa mig hvað er, stundum getur borgað sér þetta hreinlega að koma á milli. Þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tölur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tölur, nei. 1, já þetta er ekki að tala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Þetta passar. Hvað tal er í miðunni? Þá stróka ég út sitt hvorum megin frá eins og venjulega. Það er líka hægt að telja sig inn á miðjunni. Þetta er svona örgastaliðin. Miðgildið er 2, eins og tíðastagildið. Svo þegar við leggjum þetta allt saman, þá þurfum við að, svona þegar maður gerir þetta í huganum, minnstakosti, gera mínustölurna sér. -2, -2, -2 eru -6, -12 eru -18. Plústölurna eru 3, 2 og 8, það eru 13, 14, 15, 16, 17, 18. 26, 32. Þannig út úr þessu, þegar við leggjum þetta saman, fáum við +18, 18 deilt með fjölda talna voru það ekki 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nei það eru 11. 18 11 sem er þá meðaltalið sem er 1 heill og 7 11 sem er rúmlega 1,5, svona tæplega 2. Og það má líka slá þetta inn í vasareikni til þess að fá út tugabrottið. Og hér sjáum við er tíðastagildið, miðgildið og meðaltalið næstum því að sama, meðaltalið er örlítið minna. Nema hér er tíðastagildið í mínus, ef þetta er ekki það sama. Þetta er -2 og 2, það er ekki það sama. Það er sama tölugildið á því, en þetta er algjörlega sikkvort talan. Þannig að það er rosa misjafnt hvað munar miklu á tíðastagildi, miðgildi og meðaltali.